Góðan og blessaðan daginn, Ívan. Já, Ívan Mendes. Ívan Mendes. Núna erum við staddir í Grímsey og búin að vera það núna í 2 daga. Já, akkurat. Í bakgrunni húsið sem þú ert að gista í. Einmitt, þetta Landakot. Geturðu sagt okkur eitthvað frá bara hátíðinni? Hvernig hún er búin að takast? Já, ég held að þetta sé bara búið að takast mjög vel. Það svona, veðrið er búið að vera betra heldur en við áttum von á. Það var náttúrulega, eins og við veist sjálfur, ekkert allt og gott í sjóinn hérna á leiðinni, sko. Það var mikið af svona grænum andlitum í bátnum og ég var farin að halda að yrði bara rigning allan tíman, sko, en veðurguðirnir að blessa okkur. Já, við fórum í gönguferð í dag. Akkurat. Hvert nákvæmlega var það? Það var norður á fót, eins og það er kallað. Það er alveg nyrsti parturinn á eyjunni og þar er þessi heimskautskúla sem að færist svona fram og tilbaka eftir því hvernig heimskautsbaugurinn færist. Og já, ég held að þetta sé svona vinsalasta gönguleiðin, sko, til þess að fara. Það er fallegt, maður getur séð þarna mikið að lunda og svo fórum við þarna náttúrulega upp á brattan og áttum smá stund þar og svo niður þarna útsýnispallinn, sko. Þannig að, já, ég er búinn að labba þetta ansi oft, en ég fæ aldrei leið á því, sko. Eins og þú segir, þá ertu búinn að labba þetta oft. Ertu búinn að koma oft hingað, hvernig tengist þú svona hátíðinni? Bara eiginlega í gegnum Hinrik, sko. Ég er búinn að koma held ég 6-7 sinnum, eitthvað svoleiðis. Og ég held að þetta sé núna í 3. eða annað skipti sem að gerum þetta undir þessum formerkjum, High on Life Festival. Áður þá voru þetta bara sko sólstöðutónleikar og þá voru við með tónleika einmitt út á fæti í miðnætursólinni. Og sko undan því þá voru ég og Hinrik með svona retreat, hlédrag eins og það kallast á íslensku. Og það var bara svona alls konar fólk að koma og bara fá að chilla og voru með elda saman og svoleiðis. Og svo höfum við verið með minnihópa, bara 3-4 eitthvað svoleiðis. En þetta er búið að vera að þróast bara svona síðastliðin ár. Ok. Í kvöld þá eru tónleikar sem þú ert að fara að spila á, það ekki? Heldur betur. Það er ég og Teitur Magnússon og Stefán Eli og svo er leynigestur. Ég ætla ekkert að fara að segja neitt hver það er strax, sko. Og svo er Sigfús Jónsson á bassan með okkur og hljóðmaður. Já, glæsilegt. Og þetta er í annað skipti sem við höldum tónleikana á Kríunni. Við svona hálfpartinn gáumst upp að við erum með tónleikana norður á fæti því að það er bara, þú veist, já, veðrið er svona, það er erfitt að spá fyrir hvernig veðrið er hér og það er ekkert alltaf allir sem nenna að drífa sig norður á fót, sko, þegar það er bara rigning og rok, sko. Þannig að tónleikanir á Kríunni í fyrra heppnuðust bara svo vel, ákveðum að gera þetta bara aftur svoleiðis. Já, og er ekki líka fínt fyrir bæjarbúa að koma bara og kíkja? Jú, það er bara rosa létt, sko. Það er bara röltir hérna. Ef ég segi rölti, sko, Grímseyingar ekki mikið fyrir að rölta. Þetta keyri flestir á tónleikana. Þá þetta séu bara svona nokkri metrar, sko. En það er svona lenskan hér, sko. Já, hreyfa bílinn, sko. Við erum búin að vera það, sko, að keyrum eyjuna bara á bíl, sko, sem er ákveðin luxus, sko. Maður finnst maður ætti að vera gangandi en maður gerir svona eins og bæjarbúa að gera sjálfur. Einmitt. Svona að koma sér inn í... Já, maður er aðeins að svona komast inn í væpið, sko. Þá bara þakka ég kærlega fyrir og við sjáumst í kvöld á tónleikunum. Já, sjáumst í kvöld. Hittumst hressir.